sæl og velkomin í þennan fyrsta silfursþátt vetrarins. Það kosningavetur, þennan veturinn í borgar- og bæjarstjórnum í Suðurlandið og við ætlum að fjalla töluvert það í vetur og byrjum hérna í dag. Síðar í þættinu kemur til mín Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sem að bauð fram í alþingiskosningum og hyggst bjóða fram í borgarstjórn og eins víða og þau geta landið. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Til mín eru komin Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, Guðmundur Rúnar Svansson, ráðgjafi, Björk Vilhelmsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. Velkomin öll sömul. Takk fyrir. Það spennandi vetur í vændum, sérstaklega náttúrulega hjá ykkur tveimur, Líf og Kjartan. Prófkjör og uppstillingar væntanlega með haustinu og fram yfir á nýja árið og svo eru kosningar. Og kannanirnar eru byrjaðar. Sjálfstæðisflokkurinn var stærstur í nýjustu könnuninni fylgi flokkanna í borginni í könnun Fréttablaðsins núna í lok ágúst og þar mældust þið með 34,2% atkvæða. Vinstri græn eru næststærsti flokkurinn, það var tæplega 18% eða 17% að mig minnir og það náttúrulega töluverð aukning. Líf, hvernig líst þér á þetta og hyggst þú halda áfram? Já, til að svara því að það var náttúrulega nýmæli að Sjálfstæðisflokkurinn hættur að vera þessi risastóri flokkur sem hann hefur verið í fortíð og að við erum að sækja okkur veðrið og erum þannig næst stærst og ég vona bara að sú þróun haldi áfram, en hins vegar þá er langt í kosningar, við höfum eftir að stilla upp á lista, eins með aðra flokka, þannig að getur ýmislegt gerst. Ég hef fulla trú á því að kjósendur eigi eftir að sjá verk okkar og að þeir vilji þessa félagshyggju sem að Vinstri græn tala fyrir. Þannig að ég er bara bjartsýn og ég hef fullan hug á því að gefa kost á mér og ég vil halda áfram að vinna þessum góðum verkum í borginni. Talar þessa félagshyggju stefnið þið á það að vinna áfram þessir flokkar sem að vinna áfram saman, þessir flokkar sem að mynda núverandi meirihluta? Já, við Vinstri græn, við viljum vinna með félagshyggju fólki. Við viljum ekki vinna með fólki sem að elur og andúð gagnvart útlendingum, öðrum menningarheimum, þannig að þær línur eru mjög skýra hvað okkur varðar. Við setjum menntun og velferð í öndvegi og höfum ætíð talað fyrir því, þannig að línunar eru skýra hvað það varðar, en svo verðum við að sjá hvað kemur upp úr kossunum og hvaða flokka bjóða fram. Ég held að það sé mjög mikilvægt að sjá. Við vitum ekki hvernig Bjartri framtíð á eftir að vegna, við vitum ekki hvort að Viðreisn á eftir að koma inn. Svo talaðu í innganginn Flokk fólksins sem hefur dálítið daðra við þessa útlendingaandúð. Þannig að þetta verða spennandi kosningar og ég er bara spennt að sjá hvað kjósendur vilja. Já. Kjartan, Líf talaði þetta nýmæli að Sjálfstæðisflokkurinn réð ekki lögum og lofum lengur í borginni eins og hann gerði árum saman. Ertu sáttur við þessa niðurstöðu þessar könnunar eða heldur þið eigi meira inni? Já, ég held að hún gefa okkur byrjandi báða vangi. Minna á það að bara fyrir nokkrum misserum voru að mælast miklu lægri á tímabili kringum 25%, þannig að það er ekki smá munur á 25% og 34%. Ég held að sýni það bara að fólk í borginni, það er farið að hugsa sig og það vilja mjög margir breytingar. Það er alveg rétt sem Líf sagði að þessir svokölluðu félagslegir flokkar, þeir hafa ráðið núna nokkuð lengi í borginni, þeir hafa ráðið í rauninni frá 1994 fyrir utan eitt kjörtímabil og algjörlega frá 2010. En samt sjáum við að borgarstjórinn og þeir sem reka borgina eru með langt niður sig á mörgum sviðum. Þetta hafa langa upptalningu en bara því að Líf nefnir menntun og velferð, þá bara get ég ekki með nokkru móti séð að þessi flokkar hefur sett menntun og velferð í öndvegi á sínum valdatíma eins og hún heldur fram. Með hverjum ólíklegt með við þessar tölur þið geti náð hreinum meirihluta, ef við gefum okkur þetta komið einhvern veginn svona, allavega þessum anda upp úr kössunum, með hverju myndi þið helst vilja vinna í borgarstjórnum? Það verður bara komið í ljós. Við í sjálfu sér erum tilbúin að vinna með hvaða flokki sem svo fremur sem málefnin sé í lagi og það sýndist nú bara til hrunið þegar þá var Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og kallaði hinna flokkana til svona víðtæks samstarf sem þeir urðu við flestir. Þannig að það verður alveg sýnt sig að þegar að borgarmálarinn á svegur og við þurfum að koma einhverjum málum í lag erum með áskoranir, þá getum við
þá geta hvaða flokkar sem unnið saman. Þannig ég vil ekki útiloka neitt fyrirfram. Björk, sko þinn gamli flokkur, hann hefur verið í töluvörðum vandræðum allavega á landsvísu og hann missi töluvert fylgi miðað við þessa nýjustu könnun. Þó að Dagur hafi svona í gegnum tíðin allan að haft töluvert svona persónu fylgi. Hvernig sér þú þetta spilast fyrir Samfylkinguna? Ég held að þetta eigi eftir að spilast nokkuð vel fyrir Samfylkinguna, svo ég tali nú sem samfylkingakona. Bæði mikil eining bæði Dag og þá borgarfulltrúa sem að núna eru fyrir Samfylkinguna. Það eru hins vegar átök held ég í öllum öðrum flokkum uppstillingu eða prófkjör og það sem framundan þannig að verða átök í öllum flokkum en ekki fyrir sér í Samfylkingunni. Og ég held að skoðanakannanir í dag hafa verið að lita svolítið af landsmálunum en eiga eftir að breytast þegar málefnin fara í umræðu. Þannig að ég held að það er eftir að breytast og ég held líka að fólk eigi eftir að skoða Reykjavíkurborg sem að hefur verið stýrt af félagshyggjuöflum í stórum hluta til síðastliðna áratugi eða eins og nágrannasveitarfélögin þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta þar sem að það eru vissulega eitthvað lægri skattar en miklu hærri gjaldskrár á einmitt barnafólk sem að nýta þjónustuna og aldraða og það eru miklu hærri og ekkert verið að taka ábyrgð á velferðinni sér dæmi eða í húsnæðismálum þar sem verið að skipuleggja bara ákveðna svona þjóðfélagshópa út úr samfélaginu af því að það í skipulagi bara ákveðið að hafa til dæmis stýrt íbúðarhúsnæði. Þannig að ég held að þegar fólk sjáu það að það sé stefna Sjálfstæðisflokksins þar sem að hann með hreinan meirihluta að þá muni fólk velja frekar til vinstri. Þú hefur alveg fulla trú á þínum gamla flokki, menn hafa verið svona að velta því fyrir sér að mögulega muni Dagur og eitthvað fólk í kringum hann bara svona fara út úr Samfylkingunni sem náttúrulega hefur óneitanlega verið í miklum vandræðum og fara bara í sitt búa til eitthvað nýtt, sitt eigið, eitthvað jafnaðamanna flokk þarna í borginni. Hefur þú áhyggjur af því en þá frekari upplausn innan Samfylkingarinnar? Nei, sko, Samfylkingin ekkert heilög hjá mér, held ég mörgum öðrum. Það sem að skipti mestu máli þessi hugmyndafræði félagshyggju og jöfnuð. Þar sem að, við tökum tillit til einmitt ólíkra einstaklinga, núna búum við í mjög stéttskiptu samfélagi og þar sem að verið að útiloka ákveðna hópa frá þáttöku. Fátækt kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn. Reykjavíkurborg það sveitarfélag sem að langbest að axla þá ábyrgð að byggja upp húsnæði með verkalýðshreyfingunni, með stúdentum og með félagsbústöðum. Og til þess að gera fólki kleift einhvern veginn þá að koma inn á húsnæðismarkaðinn á einhvern hátt á meðan önnur sveitarfélög skipulega koma þeim út úr. Þannig að ég held að þeir sem ætla að berjast fyrir því að við séum samfélag allra sem að bara vilja vera að þá skiptir ekki nafnið öllu máli. Þannig að ég hef ekkert einhvern veginn áhyggjur af því. Ég hef bara áhyggjur af því að þessu pólitík verði sem að taki tillit til fólksins í borginni. Samfylkingin hefur nú setið þess með sinni húsnæðisstefnu að ungt fólk og efnalítið sem gat áður keypt sér húsnæði í Reykjavík nokkuð auðveldlega, það nánast útilokað, talandi hátt húsnæðisverð. Þá hefur stefna Samfylkingarinnar bara hafið spennt upp húsnæðisverð í Reykjavík og við ég að tala lóðaskort og lóðauppboð og þetta bara við kunum séð hvernig þessu hefur verið hagað síðustu árin. Að lóðaverð alltaf hátt, það hækkar húsnæðisverðið, það hækkar sem fasteignaskattana á fólkið. Þetta einn allsherjar vítahringur, þannig ég myndi nú segja að ég alveg sammála því að húsnæðisverðið alltaf hátt á höfuðborgarsvæðinu. En þar held ég nú einmitt að vinstri minn í Reykjavík beri mesta ábyrgð með húsnæðisstefnu sinni og ég held að þessi húsnæðismál verði nú eitt stærsta málið í kosningunum næsta vor. Við vorum til dæmis í borgarráði að samþykkja kaup á 24 íbúðum sem fara inn í félagslega rekna húsnæðiskerfið okkar og ég meina þær íbúðir einar og sér eru 50% af þeim íbúðum sem að Garðabær og Seltjarnarnes eru að bjóða inn í félagslega kerfið. Það eitt og sér. Allt tal það að við séum að allt niður okkur, það bara pólitískur áróður og ég held að kjósendur sjá í gegnum slíkt fúl. Gott og vel, við samþykkjum þessi kaup en við sjáum það að þetta eru leigubúðir á að gera þetta leiguleiðum. Stærstu hlutinn af því unga fólki sem er að koma út á markaði núna vill kaupa sér eigin íbúð, því gert það nánast ókleift.
gott og vel, gott að kaupa ykkur leiguíbúðir. En þannig leysum við ekki húsnæðisvanda Reykvíkinga með því að gera alla leiguliði. Þetta er sem mjög mikil einföldun á mjög stóru máli. Til dæmis eru rúmlega 1000 íbúðir farnar af leigumarkaði í Airbnb. Við þurfum líka að sjá, við þurfum að bæta inn í félagslega húsnæðiskerfið líka til þess að létta leigumarkaðin. Þannig að við getum haft áhrif með því að byggja einmitt félagslegt húsnæði. Hingrum aðeins með húsnæðismálin, getur komið betur en þetta síðar. Guðmundur Rúnar, þú náttúrulega hefur ekki verið í borgarstjórn og ert ekki í borgarstjórn, en þú hefur verið virkur í pólitískri umræðu á internetinu og ert svona einn álitsgjafa þar. Takk. Duglegur við það. Hvað verður kosið? Eru þetta stærstu málin? Er það uppbygging íbúða? Það sko, húsnæðismálin eru stórt mál og það náttúrulega mér sýnist það nú að tölum það meiri uppbygging á höfuðborgarsvæðinu heldur en kannski árlegu skortur, þannig að þetta lagast kannski á næstu árum en það verður ekki búið að lagast fyrir næstu kosningar. Svo náttúrulega spurning Orkuveitan, hún náttúrulega komin inn í dæmi núna, þetta húsnæði þar, hvort að þetta verður stórt kosningamál. Það skiptir auðvitað líka gríðarlegu máli hvernig raðast niður á list og það á líka mjög mikið eftir að gerast. Sem að tala með þessa skoðanakönnun sem var að birtast fyrir hálfum mánuði að ég myndi fyrst og fremst setja mikla fyrirvara við hana. Svarhlutfallið mjög lágt, það flokkarnir allir eftir að stilla upp og svo líka spurning hvort það kom ekki fram í framboð. Það eru bæði, við vitum það fólk sem hefur verið orðað við framboð, meina að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson orðaði við það að fara í borgina sem var mjög forvitnilegt. Gísli Marteinn Baldursson, hann alltaf að tjá sig borgarmál, hann verið ennþá mikinn áhuga á þeim. Þannig að hann mun einhvern tímann fara fram aftur, spurning hvort það verður núna eða hvort það verður síðar. Það enda mjög skemmtileg hugmynd að þeir félagarnir fari saman í borgarstjórn og myndi jafnvel meirihluta með fleirum. Og svo þetta líka spurning með önnur ný framboð, hvort að Gunnar Smári Egilsson kemur, eins og sprengja inn í þetta, en það á mjög margt eftir að gerast. Við vitum heldur ekki, ég ger nú ráð fyrir því að Viðreisn fari fram. Við vitum ekki kannski í hvort fótinn þeir ætla að stíga, hvort að þeir ætla að vera Evrópusinnaðir vinir einkabílsins eða hvort að þeir ætla að vera hægri sinnaðir hjólreiðamenn og það og allt eftir að skýrast ennþá, þannig að við vitum þetta ekki. En þessi borgarstjórnarmál eru, að þú talar það ég eftir að stilla upp á lista, þessi borgarstjórnarmál eru oft og bæjarstjórnarmálin, þetta eru oft svona persónupólitík, skiptir meira máli þarna akkúrat hvaða einstaklingar að stýra heldur en jafnvel í landsmálana, það sem meira verið með að horfa á stefnuna heldur en þessari nærpólitík sem að... Algjörlega, og það skiptir gríðarlegu máli að þetta séu einstaklingar sem eru trúverðugir og við sáum það til dæmis í borgarstjórn, Jón Gnarr náði miklu fylgi á sínum tíma með í rauninni engin stefnumál og eins núna ef það eru vandamál í gangi þá getur nýtt fólk átt gríðarlega mikil tækifæri, sérstaklega ef það verður fjölgun á borgarstjórnarfulltrúum upp í 20, 30, 31. Það annað svona mjög forvitnilegt mál ef að þetta frumvarp verður samþykkt þar sem að menn hafa kost á því að fækka borgarfulltrúum aftur. Það bara hafa töluna óbreytta, já. Já, eða hafa töluna óbreytta, eins og lögin í dag ættu þeir að verða allavega 23. Þetta myndi ég held að verði átakamál líka milli flokkana, hvað þeir vilja þetta og þeir að gera þetta kosningamáli líka. Býst þú við slagi í Vinstri grænum þetta oddvitasæti sem að þú skipar núna? Ég kann ekkert að spá það, enda eigum við eftir að halda aðalfundi í Reykjavíkurfélaginu og við eigum eftir að halda landsfund og þetta verður líklega ekki ákveðið fyrr en eftir landsfund sem að verður í byrjun október, en ég held að það skýrist bara. En þetta er oddvitasæti á Vinstri grænum er mögulegt borgarstjórnarefni. Já, og veistu það kannski gildir einu ég held að það skiptir mestu máli að Vinstri grænir og ávallt reiðubúin til þess að leiða samstarf og jafnvel hafa forystu viðræður einmitt til vinstri, á vinstri vængnum og vinna með félagshyggju öflum eins og ég sagði. Við veirum okkur ekki við ábyrgð og við erum tilbúin til þess að taka hana. Hyggst þú gera kröfu borgarstjórnarstólinn ef að þessi meirihluti heldur velli? Það alltaf snemmt að spá það. Skulum við sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum. Kjörkossa happ og snemma. Það er nýmæli hjá Sjálfstæðisflokknum. Það verður haldið oddvitaprófkjör og svo verður restin af listanum raðað upp af einhverju nefnd. Þú ætlar í oddvitaprófkjör? Já, ég gef kost á mér áfram og ég gerir fastlega ráð fyrir því að fara í prófkjöri en það hefur ekki verið ákveðið endanlega hvort það verður, hvers konar prófkjör það verður. Og eru fleiri innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins sem þú gerir ráð fyrir eða eru búin að gefa það út að þeir ætli í þetta prófkjör og
Og svo náttúrulega hefur svona næstu því annað hver maður sem eitthvað tíma hefur stigið fætinn í Valhöll og orðaði við þetta embætti. Já, þetta stór og breiður flokkur og ég held að enginn hafi, sko, í okkar borgarstjórnarflokki hafi beinlínis gefið út yfirlýsinguna að hann ætli sér að gefa kosti á sér en það eru ýmsir að skoða málið og svo eins og segi það þarf auðvitað nýtt fólk í pólitíkina og ég býst við bara við að það verði hörð keppni þetta efsta sæti. Gamalt og nýtt í bland, það besta formúlan. Já. Er það áhyggjuefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það sé engin svona augljós arftaki í rauninni í þetta oddvitasæti? Það var náttúrulega oft svoleiðis og spurning hvort það sé gott eða slæmt. Hafið þið áhyggjur af þessu? Er þátttakan að minnka? Nei, ég hef engar áhyggjur. Þetta bara, við fáum bara lýðræði til að ákveða þetta fyrir okkur og það hefur mjög oft verið þannig að menn hafi ekki séð fyrir inn í prófkjöru komið eða eftir það hver verður leiðtogi og menn hafi oft ekki séð það fyrir og við höfum bara oft fengið mjög fína leiðtoga út úr þannig vali. Skulum samt ekki gleyma því að því að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn er haldinn svona einhverju fortíðarþrá eftir nýjum Davíð Oddssyni. Skulum ekki gleyma því að pólitík snýst alltaf fyrst og fremst samstarf. Þannig að við þurfum margt gott fólk til þess að skipa listana og svo ef við ætlum að fjölga borgarfulltrúum þá þurfum við náttúrulega tvöfalda þá lista sem að þegar er. Þannig að við þurfum að kalla til okkur gott fólk sem að brenna fyrir borgarmálum og þjónustu fyrir borgarbúa og skipa listan af samheldnum hópi sem hefur einhverja framtíðarsýn og stefnu. Og ég held að það sé alveg lykilatriði fyrir allt stjórnmálastarf að það er ekki bara einhver einn sem dregur vagnin, heldur erum við samheldin hópur sem að talar út af við stefnu flokksins. Já, ég tek undir þetta. Ég bara hvet flesta sem til að gefa kost á sér. Hins vegar finnst mér það alveg arfaslæm hugmynd að vera að fjölga borgarfulltrúum eins og vinstriflokkarnir hafa beitt sér fyrir. Það er bara í lögum. Hefur verið 15. Já, það voru samfylkingamenn og vinstri grænir á þingi sem beittu sér fyrir þessari lagabreytingu og mér var sagt að það hefur verið mikil þrýstingur frá borgarfulltrúum vinstriflokkana. Þannig að við sjáum að þetta er svona eitthvað ólukans mál en ég held að eigi að vera bara þjóðþrifamál að snúi sér tilbaka. Við Sjálfstæðismenn höfum flutt hverja tillöguna á fætur annarri borgarstjórn þar sem við tillögum að skora á Alþingi að afturkalla þessa nauðung að þurfa að fjölga kjörnum fulltrúum í Reykjavík 53% en hins vegar vinstriflokkarnir, Samfylking og Vinstri græn, þau hafa jafnóðum bara sagt þessar tillögur okkar þannig það er alveg greinlegt að þau vilja fjölga borgarfulltrúum. Það er svolítið sérstakt að heyra þetta. Það er náttúrulega þegar sveitarstjórnarlögin voru samþykkt á Alþingi fyrir nokkrum árum síðan, þá var eining það á Alþingi að allir flokkar greiddu atkvæði með þessari fjölgun úr 15 í 23. Það er ekki satt. Og síðan það var kosið sérstaklega þetta ákvæði. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði á móti því. En vinstriflokkarnir greiddu atkvæði með því. En þeir samþykktu heildarlögin. Lögin voru síðan samþykkt af öllum flokkum. Já, heildarlögin, en það var kosið þetta ákvæði. Sjálfstæðisflokkurinn var á móti fjölgunin í Reykjavík. Þetta var bara eina ákvæði sem sneri fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík ekki. Vinstriflokkarnir vildu fjölgun, Sjálfstæðisflokkurinn var á móti fjölgun og er ennþá á móti þessari fjölgun. En samþykktu heildarlögin. En núna hefur verið, það er ekki meirihluti á þingi fyrir að breyta þessu. Það þarf að breyta þessu á Alþingi til þess að þetta gangi tilbaka og verði aftur 15. Og í raunin eru 19 borgarfulltrúar í dag fungerandi því að fyrstu varaborgarfulltrúar eru líka. Þeir hafa alltaf verið mjög virkir. Þeir hafa alltaf verið mjög virkir, þannig að þetta þarf ekki eins og að kosta. En það sem ég ætla að segja, það er ekki eins og meirihluti á þingi, þetta hefur sofnað hvað eftir annað á Alþingi. Þannig að ég held að það sé ekkert að fara að breytast, það þarf alveg bara að koma nýtt Alþingi til þess að breyta þessu. Þannig að ég held að við séum að horfa upp á þessa fjölgun upp í 23 og það þarf bara að vinna út frá því að það verði ekki til þess að stækka báknið eða gera það dýrara. Það er velgerlegt. Og það er alveg hægt. Ég ætla að fara aðeins inn í þessi. Það hafa verið alveg 5-6 stjórnsýslubreytingar í Reykjavík á síðustu 10 árum og í hvert sinn hefur verið sagt að það er ekki að stækka báknið, en báknið heldur samt að stækka. En það hefur verið 15 borgarfulltrúar í Reykjavík frá árinu 1908 þegar borgarbúar voru 8.000 og síðan hafa alltaf verið 15 borgarfulltrúar og ég held að þetta sé, ef við viljum aukin lýðræði og við viljum meiri fjölbreytileika í borgarstjórn þá sé þetta ákveðið tækifæri en þetta er ekki vinsælt og verður ekki vinsælt vegna þess að fólk er hrætt við kostnaðinn en það verður einhvern veginn að reyna að treysta því að það verði ekki. Mér langar að fara aðeins inn í málefnin og það er svona ekta haustmál. Það eru leikskólarnir sem eru að fara á stað núna og Líf, það vantar ennþá eitthvað í kringum 100 starfsmenn á leikskóla borgarinnar og það veldur því að einhverjir þeirra
geta hreinlega ekki opnað allavega ákveðna deildir eða er að loka fyrir eitthvað slíkt. Og fleira. Þetta er vandamál sem var líka vandamál í fyrra og það hefur rauninni bara versnað. Ég veit þið eruð að vinna í þessu, en sko hvað er hægt að gera til þess að komast hjá því að þetta verði svona árlegt vandamál? Það er búið að lækka leikskólagjöldin sem væntanlega gerir það. Það hefur ekkert með þetta að gera. Þetta hefur hvorki með fjármagn eða einhverja pólitíska stefnu að gera. Við erum að horfa fram á atvinnuleysi sem er upp á 1% núna. Og það er alltaf þannig að hið opinbera á mjög erfitt með það að keppa við einkageirann. Laun leikskólakennara og sérstaklega byrjunarlaun hafa hækkað mjög mikið og frá 2011 þá hafa laun leikskólakennara hækkað 80% og á sama tíma hefur kaupmáttaraukning verið 50%. Þannig að þetta snýst kannski ekki launin, þetta snýst kannski fyrst og fremst það að við þurfum náttúrulega að laða til okkar fólk sem er ekki til staðar, sem er annar staðar á vinnumarkaði og sækir þá frekar í önnur störf. Og það eru þetta bara viðfangsefni sem við þurfum að glíma við. Þetta tengist líka því að það er mjög mikið krafa í samfélaginu að við grípum börnin eftir að fæðingarorlofi lýkur. Og það höfum við verið að gera hægt og rólega. Við erum búin að opna ungbarnadeildir, okkur vantar starfsfólk á þær og það er alltaf þannig að ungum börnum fylgir fleira starfsfólk. Þannig að við erum í rauninni að fjölga starfsfólki á leikskólum og það þarf að stíga þessi skref, ég held að það sé mikilvægt, en þetta tengist ekkert fjármagni vegna þess að við höfum aukið fjárframlög til leikskólana, til grunnskólana og frístundaheimilina. Þetta er eitthvað annað, þetta er atvinnuástand sem við þurfum einhvern veginn að glíma við. Ég held við þurfum að taka höndum saman, ríki og sveitafélög og líka bara sem samfélag. Við þurfum að gera störfin eftirsóknarverð, við höfum gert það, við erum með margvíslega við erum með samgöngustyrki, við erum með heilsuræktakort, starfsfólki okkar fær frítt í sund, leikskóla menntað starfsfólk fær forgang fyrir börnin sín, afslátt af gjöldunum og fleira því tengdu. Þannig að það er ýmislegt sem við erum að gera. Nú ætlum við að setja af stað viðbragðshóp sem á að skila niðurstöðum og í góðu samstarfi við leikskólakennara og stjóra sem á að skila niðurstöðum fyrir lok september. Þannig að ég ber fulla von til þess að koma eitthvað út úr því. En eins og ég segi, þetta snýst ekki fjármagn. Vandi leikskólana, hann var löngu kominn áður en að við Vinstri græn fórum að tala það að lækka leikskólagjöldin og ég held að það þurfi að setja þetta í eitthvað samhengi vegna þess að við viljum að álögur á barnafólk séu lágar og við erum lægst fyrir utan Seltjarnarnes, þá erum við lægst og þá þarf að taka tillit til systkina afslátt að þvert á, þannig að við erum að gera ofboðslega mikið fyrir barnafólk. En þetta manneklu ástand er auðvitað áhyggjuefni, ég hef áhyggjur af því, ég hef líka áhyggjur af því að fólk yfir höfuð, þegar það kemur einhver hagsveifla, að fólk sæki ekki í umönnunarstörf yfir höfuð, ekki hjúkrun, ekki löggæslu, ekki að vinna með ungum börnum, ekki grunnskólan, ekki frístundaheimilin og þarna þurfum við bara að taka höndum saman og segja, býtu, af hverju erum við svona líka sem samfélag? Guðmundur? Það var bara að þú segir að launin hafi hækkað en er það sem ekki alveg gild spurning, það er ekki bara hækkað þau meira? Já. Það hlýtur náttúrulega alltaf að vera, þú segir að gera þessi störf eftirsóknarverð, vissulega þegar fólk sækir vinnu þá vill að fá starf sem er við hæfi, sem það veit að getur sinnt og notið og dafnað í, en hin hliðin er síðan alltaf hvað fæ ég borgað. Við erum með lög í landinu sem að segja að 2/3 starfsmanna á leikskólum eigi að vera leikskólakennarar, sem sagt fagmennta starfsfólk og laun leikskólakennara mega vissulega hækka meira og laun grunnskólakennara mega vissulega hækka meira. Og þetta er bara viðfangsefni okkar í stjórnmálum. Og það sem við þurfum hins vegar að huga, það eru þessar láglaunastéttir sem að sannarlega starfa í leikskólum og þá er ég að tala um eflingastarfsfólkið. Þar megum við gera betur. Nú þegar þá fá þau, sem sagt, leikskólakennarar til dæmis matast frítt með börnunum og eflingastarfsfólki við brugðum á þá ráð að borga svokallar neysluhlé. Þannig að við borgum eflingastarfsfólkinu til þess að bæta eitthvað laun þeirra fyrir að sitja og borða með börnunum. En við megum vissulega gera betur bara yfir höfuð í samfélaginu. Hvað varðar láglaunastéttir? Hvað varðar verkafólk? Vegna þess að við erum öll hluti af þessu samfélagi og við eigum að fá vel greitt fyrir okkar störf. Má ég aðeins segja, ég skil ekki af hverju það er ekki rætt og gert að lækka aftur eða fækka þeim árum sem að þarf að taka til þess að læra til leikskólakennara og kennara. Það er ríkið. Það var
5 ár og nú það 5 ár sem sagt og það þarf að lækka niður í 3 ár aftur til þess að gera það eftirsóknarvert að læra til leikskólakennara og kennara og síðan gæti fólk bætt við sig til þess að sérmennta sig á ákveðnum sviðum og þetta eitthvað sem að allir í samfélaginu að tala en enginn einhvern veginn þorir að gera. Þetta það fyrsta. Síðan oft verið að tala þetta atvinnuleysi, að nú bara 1% atvinnuleysi. 1% atvinnuleysi þýðir það, ég var að skoða tölur hjá Vinnumálastofnun núna bara í síðustu viku og þá tæplega 4.000 manns á skrá Vinnumálastofnunar. Það 1.000 manns á aldrinum 16 til 30 ára sem á atvinnuleysi núna í síðustu tölum. Þar veru yfir 600 sem bara með grunnskólapróf. Þetta ekkert fáir. Það fullt af fólki út í samfélaginu sem að þyrfti að komast í vinnu, sem við þyrftum að mennta miklu betur, sem bara með grunnskólapróf, ungt fólk sem á enga framtíð fyrir sér ef við bjóðum því ekki einhver tækifæri. Þetta fólki sem við bara sækja með handafli og fá inn í þessi störf og hjálpa þeim til þess að mennta sig. Og því að það fullt af störfum og það líka ennþá fullt af fólki sem ekki að fá því tækifæri sem við þurfum að fá. Kjartan? Já, það ýmislegt að gera til þess að laða fólk til starfa hjá okkur. Aðalatriðið hlýtur náttúrulega bara það að leggja áherslu á grunnþjónustuna og þar eru leikskólamálin eitt helsta atriðið. En ég vil bara benda á það, en svo engin Líf minnist auðvitað ekki að það sko, hún talar launahækkun og það alveg rétt að laun leikskólakennara hafa hækkað, þannig starfsmanna leikskóla. En það hafa bara þetta tímabil sem hún nefnir frá 2010, það hafa bara öll laun í þjóðfélaginu. Flest öll laun hækkar gífurlega mikið, þannig að það verður að tala það í þeim samanburði og þetta ekkert há laun miðað við aðrar stéttir í þjóðfélaginu sem hafa hækkað mjög mikið. Hins vegar hefur meirihluti sem hefur ráðið hérna síðustu ár, þessi meirihluti, vinstri meirihluti undan honum, hann hefur hagað sér mjög klaufalega gagnvart leikskólakennurum og starfsmönnum þar, það til að tala um neysluhlé. Neysluhlé leikskólakennara var afnumið. Það margir upplifðu bara sem spark í sig að fá ekki þetta neysluhlé borgað á meðan þeir mötuðust með börnunum. Sameiningar leikskóla á síðasta kjörtímabili, það var alveg einstaklega klaufalega staðið að þeim og það þar var starfsmönnum sagt upp og það hleypti illu blóði í marga leikskólakennara og það hleypti líka illu blóði í þetta starfsfólk í leikskólanum núna þegar það er verið að lækka leikskólagjöld 200 milljónir. Það enginn að biðja það og heldur nú kemur tímans fólk og segir það má tækja til þess að gera betur við fólki í leikskólanum, til þess að efla starfsaðstæður, margt af þessu húsnæði bara liggur undir skemmdum, að því viðhaldið hefur illa sinnt. Fólk vil miklu frekar sjá að þessi peningar hefur verið kyrrir í kerfinu og verið notaðir til þess að bæta leikskólan og bæta kjörin, til dæmis hann að leikskólakennara fengu að fá neysluhlé. Með slíkum aðgerðum væri hægt að laða fólk í skólan og ég alveg viss það að menn væri ekki að fara í þessa lækkun leikskólagjalda núna. Þá hefði okkur gengið að minnsta kosti eitthvað betur í haust að manna skólana. Þetta þetta útisnúningu hjá Kjartani vegna þess að við höfum stór aukið framlög til skólamála í Reykjavík á þessu kjörtímabili og skulum heldur ekki gleyma því hvaða stjórnmálaflokkar komu á leikskólum í þeirri mynd sem þeir eru í dag og eru að halda þeirri góðu þróun áfram og núna í ár þá erum við að gera mikið betur heldur en það var fyrir hrun. Við erum að gera fjárframlögin til málaflokksins núna í ár verða mun hærri en þau voru fyrir hrun. Og því skal líka haldið til haga að við þurfum að hugsa þetta í einhverju samhengi. Hvernig til dæmis menntun pedagógisk starfsfólks? Við erum með girðingar nú þegar. Það eru girðingar á milli leikskóla, það eru girðingar á milli grunnskóla og frístundaheimilisins og kannski einhvern veginn hægt að leysa þetta með hvernig við hugsum kennaramenntun til framtíðar og frístundafræðinga þannig að við séum einhvern veginn að létta þessar girðingar og taka þær í burtu á milli skólastiga. Þá fáum við líka samfelluskólastiga og þá getum við gert störfin kannski eftirsóknarverðari þannig að þú sért í rauninni að vinna með fólki á öllum aldri á öllum stigum skólastigsins. Mig langar að aðeins að skipta gír. Ég veit að við munum koma töluvert meira inn á borgarmálin áður en að fólk fer og kýsi ykkur eða aðra. Mig langar að ræða aðeins frétt sem kom fram í vikunni og það var sala á öllum helstu miðlum pressunar. Björn Ingi Hrafnsson og aðrir seldu Sigurði G. Guðjónssyni eða félagi Sigurðar alla helstu miðlana.
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, skrifaði áhugaverðan leiðara þetta mál þar sem hann sagði að vondu kallirnir sigruðu alltaf á Íslandi. Guðmundur Rúnar, þú starfa töluvert í útgáfu og í fjölmiðlum. Þekkir það svolítið, jú. Já, hvað segir þú þetta? Kannski svona einhverjum óvörum, kannski að einhverju leyti að verja stjórnendur vefpressunnar að ég held að þeir séu ekki ótíndir glæpamenn. Það vel þekkt á Íslandi að menn eiga það til að sleppa því að borga þessi gjöld og bara fjármagna fyrirtæki sín með skattpeningum almennings. En þeir yfirleitt láta þetta fara í þrot mjög snemma áður en þessar upphæðir verða mjög háar. Bara veðja þá á það að skattrannsóknarstjóri nenni ekki að eltast við litlar upphæðir. Þeir hafa látið þetta safnast upp mjög lengi, þannig að fyrst og fremst held ég að þetta séu einstaklega vanhæfir stjórnendur sem hafa verið að reka þetta félag. Og síðan núna það eru kannski 3 hlutir sem eru óljósir, hvort að þeir hafa gert skuldirnar upp eða hvort þeir hafa hreinlega gert samning við tollstjórum að greiða vel inn á skuldina og svo eftirstöðunar á ákveðnum tíma. Það ekki fullkomlega ljóst. Það ekki ljóst hverjir að fjármagna þessi viðskipti. Ég hef ekki trú á því að Sigurður G. Guðjónsson hafi fundið í heimabanka frjálsra fjölmiðlunar svona laust fé til að grípa þetta einstaka tækifæri að kaupa fjölmiðil sem að skuldar skattinum 100 milljóna. Og svo það líka spurning hvort að Björn Ingi Hrafnsson sé hættur eða hvort hann sé bara í fríi og hvort hann ekki koma aftur. Líf, vinna vondu kallirnar alltaf á Íslandi? Nú langar mig að segja náttúrulega að þið kjósið VG þá vinna góðu kallarnir, við erum góða fólkið, en ég ætla ekki að gera það. Þetta náttúrulega algjörlega ömurlegt. Það að heiðarlegir fjölmiðlar sem að berjast í bökkum og einhvern veginn að reyna gæta hlutleysis og vera með vandaðan fréttaflutning, borga alla sinn vörsluskatt og í lífeyrissjóð og ég veit ekki hvað og svo kemur bara eitthvað svona fjölmiðlaveldi og segir bara up yours í rauninni. Og mér finnst þetta ósanngjarnt og þetta ömurlegt og það furðulegt að skattrannsóknarstjóri hafi ekki farið inn í þetta mál vegna þess að þetta varðar auðvitað bara fangelsisvist ef að það eitthvað lögbrot hér á ferðinni og það þarf að taka harðar á þessu. Mér finnst þessi fléttaöll algjörlega óskiljanleg, ég skil ekki hvert verið að fara með þetta en það sem við náttúrulega þurfum að vita það að við getum treyst fjölmiðlum. Það náttúrulega, ef að traustið að fara hjá fjölmiðlum þá eru þeir einskis virði. Þannig að það hlýtur líka það hlýtur að þurfa að vera einhver hugsun í því hvernig hlutin eru gerðir og hvernig starfsemin sem að náttúrulega skilja sér þá aftur í trausti. Þannig að þetta stórfurðulegt mál. Kannski bara rétt að fá að bæta því við, þetta líka mjög vont fyrir fjölmiðla sem eru í eigu þessa vefpressuveldis. Þarna eru góðir blaðamenn, þarna eru góðir fjölmiðlar og kannski það besta sem getur komið fyrir þá fjölmiðla að þeir losni úr þessum skuldahala og fái þá nýja eigendur sem geta reynt að byggja þá upp og hafa áhuga og fjárhagslegt bolmagn til að gera betur en verið að gera í dag. Það hlið sem má ekki gleyma heldur. Þetta náttúrulega þessar skuldir þessar greiðslur sem þeir höfðu vanrækt að greiða eru náttúrulega meðlagsgreiðslur starfsmanna, lífeyrissjóðsgreiðslur starfsmanna og eitthvað hefur nú verið talað um það hafi einmitt orðið eftir. Það ekki partur af því sem að færðist yfir í þetta félag sem að Sigurður ræður yfir, þannig að líklegast fer það í þrot og þar með lífeyrisgreiðslurnar. Björk, liggur það ekki helst hjá opinberum aðilum að stíga miklu fyrir inn í áður en að ástandið verður svona? Mér finnst þetta bara að vera skandall gagnvart þeim skattrannsóknarstjóra að það hafi ekki verið gengið inn í þetta fyrr og þannig að almenningur allur upplifir það að vondukallarnir sigra, þeir fara út með þetta fé, hafa verið með þetta í sinni einkaneyslu. En það sem ég kannski sorglegast líka af öllu að það sé verið að eyða 700 milljónum í svona fjölmiðla eins og þarna eru. Þetta svo miklu peningar og það bara finnst mér verið að sóa þeim í eitthvað svona drasl fyrirgefiði með engri virðingu fyrir þessum fjölmiðlum og mér finnst það bara mjög sorglegt því að það er að gera allt annað miklu betra við þessa peninga en að eyða þeim í þessa fjölmiðla og mér finnst það bara alveg hræðileg eyðsla. Kjartan? Já, ég held nú að ég gaman blaðamaður ég held að fjölmiðlar séu nú nauðsynlegir og ég held að ég vil hafa nú sem fjölbreytilegasta flóru og mér finnst ekki að hafa farið hjá því að þarna eru margir fjölmiðlar sem hafa starfað undir þessari reglíf. Löng saga DFF. Já, það eru misjafnir, náttúrulega blaðamenn eru misjafnir eins og þeir eru margir en það er samt ekki farið fram hjá mér að þarna hafa margir blaðamenn starfað af miklum metnaði. Nú hvenær skatturinn eigi að stíga inn í. Ég held að það væri nú bara einhverjar reglur það að menn það væri bara einhver ákveðin tími sem menn getu komið sér eða vanrækt þessar greiðslur. Ég býst bara við því að það hljóti þá að vera að skoða. Það hlýtur að vera einhver viðmiðun hjá skattinum
hvað menn geta gert þetta lengi, ef þeir hafa komist upp með það of lengi þarna, þá er bara tekið á því. Og það náttúrulega sem stendur eftir er líka að við krefjumst þess að það sé gagnsæi hvað varðar eignarhald á fjölmiðlum yfir höfuð og að fjölmiðla fari ekki bara á hendur fárra sem geta þá stýrt umræðinu eins og við vitum fjórðavaldið og það þarf að liggja alveg hreint fyrir hvernig því er stýrt. Þarf ekki að gefa það upp núna? Jú. En þarna alveg svo sem liggur ekki fyrir hverju er að fjármagna þetta. En núna er eitthvað flétta sem enginn skilur og þetta er ekki mjög gagnsætt. Þeir þurfa innan einhvers frests eða ekki að gefa það upp? Ég vænti þess að þetta sé fjármagna með láni og þeir þurfa ekki að gefa upp hver lánveitandinn er og þetta virðist jafnvel vera gert í því skyni að fela það og það er auðvitað vont að vita í hver eigandinn er og það er líka vont að vita ekki hvað eigandinn vill. Hver hans markmið eru, hvort þetta séu einhver vinir rekstraraðilana sem eru að beila það út, hvort þetta séu einhver viðskiptamaður sem vill hafa ítök eða hvort þetta er einhver sem hefur trú á þessum rekstri og vill byggja þetta upp til framtíðar. Það var líka gott að vita það. Eða hefur einhver pólitísk markmið. Kannski eftir þetta þú. Allir fjölmiðlar þurfa traust og væntanlega þurfa það bara að gefa það upp fljótlega. Hafi ekki flestir fjölmiðlar gefið upp hverjir eiga það, sko? Það er allur gangur á því nefnilega. Það er allur gangur á því. Herri, við komumst ekki lengra með þetta. Takk hérlega fyrir komuna, Kjartan, Björk, Guðmundur og Líf. Og við verðum hér aftur að vörum með spori með Ingu Sæland, formann Flokks fólksins. Komið sæl og velkomin aftur, hún er sest hérna hjá mér Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Velkomin Inga. Þú, náttúrulega, þið í Flokki fólksins buðu fram núna í alþingiskosningunum og það gekk svona bærilega, þið allavega náðu lágmarkinu til þess að komast inn á fjárlög og getið þannig haldið uppi starfi og ætlið að bjóða fram núna í borgarstjórn og þú talaði jafnvel víðar. Segðu mér aðeins sko, hver er Þú ætlar að leiða, þú ætlar að vera oddviti flokksins í borginni, ekki satt? Já, það er það sem við höfum gefið út akkurat núna, en það er nú náttúrulega næstu því ein heil meðganga í kosningarnar, þannig að það er nú kannski eitthvað ýmislegt eftir að gerast hjá Flokki fólksins fram að þeim tíma, en eins og staðan er í dag þá er ég jú sú sem kem til með að leiða listan okkar. Það var í rauninni fyrsta skrefi sem var tekið í áttina því að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum, tekið bara strax í snemmi vor. Þegar að við náttúrulega eins og þú bendir réttilega á, við förum inn á fjárlög og okkur þykir það okkar bara skylda að vinna að pólitísku starfi og vinna að þeirri hugsjón sem við fórum á stað með og miðað við það að meginreglan haldi það að kjörtímabilinu ljúki ekki fyrir en eftir 3 ár sem núna er í sambandi við þingi okkar, þá getum við ekki bara setið með hendur í skauti allan þennan tíma á fjárlögum og gert ekki neitt. Það er margt sem þarf að vinna svo sannarlega. Og mikil vinna framöndan að við ætla að bjóða fram víðs um landi. Segðu mér aðeins sko, hver er, ef við byrjum bara á borginni, þar sem að þú líklegast leiðir, hver eru svona helstu stefnumál Flokks fólksins í borginni? Af hverju að kjósa ykkur í borginna? Ég held náttúrulega að flestir sem eru að vinna að málefnum í borginni sjáu það eru svona ákveðin sameiginlegir þættir sem allir sjáa eru hér í Lamasessi. Flokkur fólksins er náttúrulega flokkur sérstaklega almannahagsmuna. Við hugsum fyrst og síðast fjölskyldurnar og almannahagsmuni og þá sem eru hér að berjast í fátækt. Húsnæðismálin eru náttúrulega eins og við vitum það sem að hátt í 1100 einstaklingar fjölskyldur bíða eftir félagslegu húsnæði sem er náttúrulega alveg bara hræðilegt. Það er bara hræðilegt að við skulum vera státað einu ríkasta samfélagi á jörðinni og bjóða upp á það að þessa þjóðarskömm sem að fátæktin er. Og það sem við viljum berjast fyrir fyrst og síðast og svo náttúrulega þegar við lítum á skólakerfið, menntastofnanirnar okkar, grunnskólan. Grunnskólinn er mér afskaplega hugleikinn. Og staðreyndin er svo að yfir 30% ungra drengja er að útskrifast úr 10. bekk, illa læsir, með mjög slæman lesskilning. Þannig að það þarf engan að furða að þeir finni sig ekki í framhaldsskólanum, að þeim líði illa, það þarf engan að undra þó að börnunum okkar líði illa
þegar að þeim í rauninni líður ekki vel í skólanum. Og þess vegna segi ég það að mér finnst skólastefnan rekin föst inn í einhverjum ramma. Mér finnst vera mjög lítið gert í því að bæði menntamálaráðuneytið í samstarfi við þá, af því að nú nú grunnskólinn komin yfir til sveitarfélagana, að taka saman höndum virkilega og taka utanum grasrótina okkar, framtíðina okkar sem eru börnin og gera þau ánægð í skólanum. Reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur. Við eigum jú að vera þau sem leiða áfram og þau eiga að læra og líta upp til okkar fullorðna fólksins og það erum við sem eigum að vernda þau og þess vegna finnst mér alveg með ólíkindum hvað börnunum okkar líður illa í skólanum og þá er ég að tala ekki öllum til guðslánsins en allt og mörgum. Og það sem ég horfi mikið til, það er bara sjálfstyrking númer 1, 2 og 3 að byrja á því að taka litla einstaklingin þegar hann kemur inn í grunnskólan 6 ára gamall og hjálpa honum að vera hann sjálfur, að styrkja hann, láta hann vera glaðan, líða vel með það sem hann er og draga fram barnið og einstaklingin, ekki þessa hjarðhegðun og allir eigi að sitja og standa eins og eitthvað kerfi vill. Mér langar að þú nefndir strax í byrjun áðan, þá nefndir húsnæðismálin og þú hefur náttúrulega verið töluvert mikið að ræða þessi velferðarmál og ég held að sé fáir ósammála því að það sé erfitt í húsnæðismálum í höfuðborginni. Þú talaðir í samtali við fréttastofu RÚV ekki fyrir svo löngu að til þess að leysa þennan húsnæðisvanda í Reykjavík að það langaði ykkur að þið vildu setja 1000 íbúða inn á markaðinn til þess að leysa koma til móts við þá sem eru á bið eftir félagslegu húsnæði. Hvernig nákvæmlega myndu þið útfæra þetta? Ég er náttúrulega alls engin sérfræðingur, þetta er hugsjónin. Ég er engin sérfræðingur, ég get ekki talað eins og einhverju verkfræðingar eða neitt slíkt. Ég vil hófi þykist nú vita alla skapaða hluti og sé að bladra alla skapaða hluti. Þá er það nú ekki þannig að ég sé alveg eldklár í hverju sem er. En við vitum þó að við byggðum hér á sínum tíma Breiðholtshverfi þegar var gríðarlega mikill skortur á húsnæði. Við áttum hér líka frábært kerfi, verkamannabústaðakerfi svokallað. Þar sem í rauninni voru fastir, lágir, óverðtryggðir vextir. Þar sem að fólkið gat gengið út frá því vísu hver greiðslubyrði þess var. Og það var ekki að hafa áhyggjur af því hvort það hefði ráð á því á næsta ári eða hreinlega myndi missa ofan af sér íbúðina sína. Eftir þetta svokallaða verkamannabústaðakerfi þá fengum við svona kaupleigu. Það var líka að fara að bjóða upp á kaupleigu og ýmislegt. Við getum, ef að við ætlum að reyna að vera skilsum. Þú sér fyrir rauninni bara stórfellda uppbyggingu og vegum borgarinnar stórfellda uppbyggingu til hagsbóta fyrir þá sem eru í lægri launum. Það sem verið að tala núna eins og í sambandi við þéttingu byggðar sem í boði núverandi borgarstjórnar, auðvitað má nýta það pláss sem til staðar þó mér finnst nú eins og til dæmis að gerast hér í kringum þetta fallega útvarshús, mér finnst það nú ekki til sóma. Þeir á að kaffæra útvarshúsið okkar hérna í byggingum út af þessari þéttingu byggðar. En við sjáum fyrir okkur við eigum nóg, það er bara rekin þessi lóðaskorta stefna, en við eigum nóg af fallegum stöðum til þess að byggja á. Ég persónulega bý í Grafarholti, það sem er alveg fyrir mig, af því ég er náttúrulega landsbyggða túta, fætt og alin upp á Ólafsfirði og ég segi, mér finnst yndislegt að vera upp í Grafarholti. Við erum að sjá, þeir eru nú að byrja að byggja upp núna í Úlfarsárdalnum og víða. Og þú ert í rauninni sammála þá þessum flokkum sem núna hafa verið í minnihluta að þarna eigi að spýta í lófana og byggja meira í þessum svokölluðu úthverfum? Algjörlega að spýta alveg helling í lófana. Það náttúrulega, við verðum að gera það vegna þess að kostnaðurinn eins og núna í þessari þéttingu byggðar sem við varum að tala áðan, það sem verið að tala að byggja þetta mörg hundruð íbúði hér og hvar og eigi að koma til móts við þann húsnæðisvanda sem í borginni, það er bara allránt vegna þess að það eru bara fáir útvaldir sem geta mögulega komist inn í þessar íbúðir og keyptar. Það er engin verkamaður að fara að kaupa hér íbúð, 3-4 herbergja íbúð á 50 milljónir. Það bara segir sig sjálft fyrir utan það að hann kemist ekki gegnum þetta nálarauga greiðslumatsins sem að þarf að vera baki. Það er í rauninni boðuð þessi stefna og það er rekin þessi stefna, þú þarft að hafa einhverja silfurskeið eða vera með góðan bakgrunn til þess að eiga möguleika á því að eignast takk yfir höfuðið í Reykjavík og ekki bara eignast það. Ég veit ekki hvaða veröldinni þarf að styðja við til þess að geta leikta.
því að leigumarkaðurinn hérna, hann komin algjörlega út fyrir öll þolmörk. Þetta er orðið slík græðgisstefna sem rekin hérna að það verður eitthvað að gera til að sprengja á þessu kýli og ég tilbúin að gera. Ertu með einhverja leiðir til þess einmitt? Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi nefndi hérna áðan að til dæmis Airbnb leiga á höfuðborgarsvæðinu væri orðin svo mikil að verðið hér væri að hækka mikið og þar af leiðandi færri staði fyrir fólk að búa. Ertu með einhverjar hugmyndir í kringum þetta? Sko leið og það gerist það sjálfu sig, það hlýtur náttúrulega að verða bara kerfisverkandi leið og fjölgar íbúðum á markaði til þess að fólk geti keypt og jafnvel væru rekin hagnaðarlaus leigufélög sem að væri ekki hagnaðardrifin, sem eru eingöngu byggð utan það að koma fólki til hjálpar og fjölskyldum til hjálpar til þess að eignast stöðugt og örugt heimili. Því skulum ekki gleyma því að það voru ekki bara 9,1% barna sem liðu hér mismikinn skort í janúari fyrra þegar skýrsla UNICEF kom út stöðu barna á Íslandi. Heldur kom skýrsla út sem ég náttúrulega ekki með í höndunum en var í fjölmiðlum daginn að 25% barna á Íslandi búa við óviðunandi húsnæðiskost. Og það eins og það gleymist gjarnan hvað það sem hjartað í samfélaginu, sem hornsteinninn í samfélaginu og það fjölskyldan. Það fjölskyldan sem við þurfum að styðja við og styrkja og taka utan á börnin okkar fyrst og síðast. Hver að verja þau? Já, hvernig sér þið fyrir þér að fjármagna þetta? Þú talað þennan húsnæðisvanda með þúsundum íbúða sem mjög margir hafa tekið undir og einmitt nefnt Breiðholtið og verkamannabústaðina sem dæmi. Þú líka talað gjaldfrjálsa skóla. Þetta er engar smá fjárhæðir ekki bara gjaldfrjálsa skóla, gjaldfrjálst mötuneyti sem kostar rúman milljarð á ári. Það nú aðeins minna heldur en við erum að fá höggið af að þessu rugli með orkuhúsi. Sko, það oft sem verið að spara aurinn hér og hvar á meðan verið að fleygja krónunni og það í rauninni þetta samfélag okkar virðist vera drifið áfram meira og minna á þessum hagsmunatengslum og að reyna að koma sjálfum sér að og ota sínum tota og það í rauninni komið nóg. Við erum það fá, við erum ekki miljóna samfélag. Hvar ætlar að spara? Hvar sér þið fyrir þér að ná í Ég myndi byrja á því að vera ekki að hugsa neina borgarlínu. Borgin skuldar hér 300 milljarða. Hvaða rugl það að vera að tala borgarlínu? Auðvitað getum við ekki setið föst í umferðinni. Það segir sig sjálft. En það kostar nú sennilega svona það bil 10 sinnum minna að koma gatnakerfinu í eðlilegt horf með mislægum gatnamótum og annað slíkt hérna á til dæmis Miklubrautinni. Ég bý eins og ég segi upp í Grafarholti og auðvitað hefur maður þurft að lenda í því að vera margfastur. En það ekki alltaf gatnakerfinu að kenna sem við sitjum föst í umferðinni, heldur líka hvernig þeir vinna, hvernig borgarstjórn hefur látið sjá gatnaframkvæmdir í borginni. Ég satt 3 klukkutíma í föst í umferðinni hér daginn frá því að sækja einhvern posa upp í Valitor til að komast heim til mín í Grafarholti því þá að verða á föstudegi miðjan dag. Auðvitað auglýst einhver örlítil töf og beðils verðlýningar á því. Ég veit ekki hvað kallast örlítil töf en ég kann ekki við að sitja klukkustundum saman í boði borgarstjórnar vegna þess að þeir eru að láta grafast undir götur og malbika bletti hér og hvar hábjartan dag á annatíma. Þannig að þetta rauninni, borgarlínan talin kosta eitthvað í kringum 70 milljarða sem að dreifist náttúrulega öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Það kostar nú eitthvað að leggja fleiri mislæg gatnamót. Ég meina þetta 10 til 12 milljarða kostar það að koma kerfinu þannig í lag og þá erum við ekki að taka Sundabraut inn í sem framtíðar draumurinn og áhelst að fara að gera sem fyrst og það náttúrulega ríki sem að mun sjá þá fjárhagslið nema þá að þeim hafi tekist borgarstjórn að gera borgina skaðabótaskylda þegar þeir skemmtu möguleikana á að nýta Geldinganes möguleikan í Sundabrautina. En það í rauninni, við vitum öll hvaða fjármagn borgarsjóður hefur. En við viltum líka að við eigum lífeyrissjóði sem eru með 4.000 milljarða. Við eigum líka náttúrulega okkar háa æruverði á Alþingi og ríkisstjórn. Ég tel að þarna þurfi allir að taka höndum saman sem vilja virkilega velferð íbúana og setja þá í forgrunn vegna þess að það nú til dæmis eitt sem aldrei hefur skeð í sambandi við lífeyrissjóðina, þeir hafa aldrei tapað á því að fjármagna og lána sjóðsfélögum sínum
þeir gætu gert það á til dæmis þessum forsendum sem þeir eru að krefjast þessari grunnávöxtun, þessi grunnávöxtun að krafa þeirra sem 3,5% sem þeir hafa nú staðið við stundum og eins og gengur, tapa alveg gríðarlegum fjármunum. Mín hugsun er svo, minn draumur er svo að það sé það yndislegt fólk allstaðar þarna sem við stjórnvölin að við gætum tekið höndum saman, öll saman og ég hef gjarnan sagt tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum með því að sýna samstöðu og með því að sýna vilja þá tel ég það að við getum í rauninni lyft grettistaki og við getum látið ótrúlegustu hluti gerast alveg ótrúlega hratt, skilvirkt, fljótt og vel og ég segi það, mér finnst að við eigum að standa saman og hjálpast að. Mér langar að koma aðeins inn á innflytjendamálin. Þú sagði sjálf hérna áður en við fórum í loftið að þið leiddist að tala um þetta, þið langaði ekki að leggja áherslu á þetta en það hefur einhvern veginn svona orðið þannig að það sem að þú hefur sagt lítið eða mikið þessi mál virðist einhvern veginn verða stórt fréttaefni í hvert sinn. Þú kvartaðir yfir því, talar um það að sömu krónunni verði ekki eitt tvisvar að þær krónur sem að færu hér til dæmis í hælisleitendur gæti augljóslega ekki verið eitt á sama tíma í þá sem að minna mega sín hér, öryrkja, aldraða og svo framvegis. Af hverju veluru að tala um að sömu krónur er ekki eitt tvisvar annars vegar í innflytjendur og hins vegar aldraða öryrkja en ekki sömu krónur verður ekki eitt í aldraða öryrkja eða gatnaframkvæmdir eða aldraða öryrkja eða listamenn? Nei, þetta er náttúrulega, sko, tölum aldrei innflytjendur í þessu máli. Aldrei. Hælisleitendur. Já, vegna þess að 10,6% þjóðarinnar eru innflytjendur, eru erlendur bergibúandi og hafa í rauninni byggt upp það samfélag með okkur sem við þekkjum í dag. Þannig að það er náttúrulega eitthvað sem að ber að vera virkilega þakklátur fyrir og við viljum sjá, við getum átt svo miklu fleiri svoleiðis. Það sem ég er að tala núna hefur Sigríður Andersen hins vegar sett reglugerð við ný útlendingalög sem tóku gildi síðustu áramót. Sú reglugerð tók gildi fyrir nokkrum dögum síðan. Í raun og veru er Sigríður Andersen með þessari reglugerð sem ég ætla að óska henni til hamingju með vegna þess að þó að við séum nú ekki systur í pólitík og samflokka að þá finnst mér þessi kona vera að ganga mjög svo skörulega fram og vinna þrekvirki í því sem hún er að gera og það er þegar að, sko, við erum náttúrulega fullt af pólitískum andstæðingum og það segir sig sjálf. Við erum flokkur sem að aldrei höfum farið á þingi eða aldrei höfum verið að sýna spillingun og aldrei verið að skrökva einum eða neinum og ekki ennþá fengið tækifæri til að standa við stóru orðin. Við erum litli flokkunum sem erum að mælast í þjóðarpúlsi Gallup með tæp 11% og ég ger mig fyllilega grein fyrir því það er titringur allstaðar og það er setið í hverju skúmaskoti til að reyna að skjóta okkur niður með öllum tiltækum ráðum. Það eina sem ég hef verið að reyna að benda á þegar ég tala engin fordæmi fyrir því að ákveðnir hælisleitendur fái hér landvist eða hæli, þá er það nákvæmlega þessi reglugerðin en að Sigríður Andersen er að taka utanum. Það er að flýta málsmeðferð þannig að við sýnum mannúð leið vegna þess að það sem er að gerast til dæmis núna þar sem að hælisleitendur eru látnir bíða hér í jafnvel 1, 2, 3 ár, búnir að fá skólavist, börnin fann að tala íslensku, þau eru í rauninni fulla væntingum og vonum það að þau séu að fá að eiga heima hér. Þá myndi ég 150% og alltaf segja að sjálfsögðu eiga þau að fá að eiga heima hér og fá að njóta vafans á því að íslensk stjórnvöld drægi slíkt og því líkt lappirnar að þau get ekki unnið vinnuna hraðar og skilvirkar. Þannig að í öllum tilfinningum, til dæmis núna, þegar þessi reglugerð er komin, málsræðin er að verða að veruleika og búið að bæta í mannskapinn á Útlendingastofnun. Ég held 10 starfsmenn hafi komið þar inn til þess að reyna að fylgja eftir þessum hraða svo að við séum þá ekki að setja fjármagn eins og til dæmis það var gert ráð fyrir því í fjárlögum minni með 2,5 milljarð í þennan viðkvæma málaflokk. Sigríður Andersen sagði í viðtali að þau hefðu í rauninni haft það alveg á tilfinningunni að þetta væri alls ekki nóg. Ertu í rauninni að segja að þið svíði aðalega þessi kostnaður sem að fer í að halda utanum þá sem að munu hvort sem er þurfa að fara úr landi? Fara, já. En sko... Ég hef allan tíman sagt það. En það er einhvern veginn, sko, ég kannski fæ líka pínlítið að njóta vafans að því ég er bláey, jafnvel þó ég sé brúney í pólitík og ég er bara mjög einlæg og hreinskilin og ég oftu gaspra eflaust eitthvað sem hefði betur mátt búa í umbúðirnar fyrir þá sem hlusta og sérstaklega þá sem að vilja pikka út úr mér einhver orð til þess að ófræja mann eða jafnvel ég er að lesa mig sko bara hrein og klár ósannindi, það er bara alveg með ólíkindum en
maður verður víst að safna skrátnum og það er það sem ég er að reyna að gera og Þetta náttúrulega töluvert fylgi sem þið eruð að mælast með. Þjóðarbús Gallup sem mælir fylgið á landsvísu mælir ykkur með sko meira en 10%, 10,6%, eins og ég sagði hérna fyrir þættinum, þið fengið 7% í borgarstjórn sem er töluvert fylgi fyrir flokk sem er svona nokkuð nýr. Finnurðu fyrir því eða finnst þér nauðsyn þess að gæta orðaðina því ég hlusta á viðtal við það sem talar einmitt fría leigubíla og fría tannlæknaþjónustu og svo kemur upplýsingafulltrúi fyrir hælisleitendur og svo kemur upplýsingafulltrúi Rauða krossins með grein í vikuna það sem kemur fram að þetta sé bara hreint ekki svoleiðis. Finnurðu til ábyrgðar einmitt tala varlegar eftir þú fórst að verða svona stærri persónu í pólitíkinni? Já, sko, til dæmis þetta sem þú ert að vísa í núna, það var á Facebook síðunum minni í sennilega 2 mínútur og 20 sekúndur. Þá hugsaði með mér, þetta er sennilega virkilega óheppilegt orðalag. Þannig ég fjarlægði það. En þá voru einhverjir pólitískir andstæðingar sem að liggja þarna í leyn og fylgjast með manni að því maður er með opinn aðgang að sjálfum sér og taka svo kallað skjáskot sem er síðan þeytt út allt og reynt að búa til eitthvað úr og svona. En þetta fór að mínu vegg strax. Ég skrifaði þetta á minn persónulega vegg og áttaði mig á því sjálf að þetta var óheppilegt orðalag og auðvelt að misskilja. En þess vegna segi ég það, þetta verður nú sennilega og ég ætla að segja fyrir framan alþjóð, þetta er í síðasta skipti sem ég ætla að tala þessa óheppilegu Facebook-færslu, en ég meinti það nákvæmlega sem ég sagði þar, að það sem engin fordæmi eru fyrir því að hælisleitendur fái hér landvist eða hæli, að þá er sjálfsagt að fjalla þessi mál eins fljótt og kostur er. Að öðrum kosti þá er það ekki að bitna á þeim ef að ríkisvaldið dregur lappirnar og getur ekki sinnt málaflokknum betur en svo að þessir einstaklingar eru farnir að búa hér og komnir með fjölskyldinguna hér, farnir að tala íslensku eins og til dæmis með unga fólki núna frá Nígeríu, 8 ára stúlka þeirra talar íslensku, pappin er búin að vera að vinna og þau vilja vera hér. Ég myndi segja já, ég kalla það mannúð. Það er ekkert í flokki fólksins sem er ómannúðlegt, engan veginn. En við erum með regluverk og við erum það fá, við gerum okkur grein fyrir því að jafnvel þó við vildum taka við öllum þeim milljörðum eða 100 milljóna manna sem eiga sárt að binda, þá er það ekki hægt. Og þess vegna til þess eru jú lög og reglur þar að fylgja þeim eftir. Annars hefðum við slítið með það að gera. Ég ber virðingu fyrir því sem eins og ég segja aftur, ég ber virðingu fyrir því sem Sigríður Andersen er að gera í þessum viðkvæma erfiða málaflokki og hún er í rauninni að taka hann í áttina að því sem er í Noregi, þar sem er fjallað þessi mál eins fljótt og hægt er. Örstutt í lokin, þú talaði það að flokkur fólksins sé hlynntur því að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatnsmýrinni. Er það mál sem þið ætla að leggja mikla áherslu á? Nei, við bara erum sátt við að hafa hann þarna og sko, það er svo margt annað sem er miklu mikilvægara en flokkur fólksins er hlynntur því að flugvöllurinn sé það sem hann er. Væri þetta ekki upplagt land fyrir einmitt byggðina sem þú varst að lýsa hérna í upphafi samtals okkar? Hvað ætlar þá að setja flugvöllinn? Hvað kostar það? Nei, við skulum bara hafa það sem hann er þangað til annað kemur í ljós. Það er allavega það sem við stefnum að núna. Inga Sæland, formaður flokksins, takk kærlega fyrir komuna. Við höfum þetta ekki lengra að sinni. Egill verður hérna að vikulókinni í Silfrinu. Takk fyrir.